Hvernig tengist vírusar tvístruðum hugsunum? Já, ég lærði þetta á síðasta ári. En fyrst langar mig bara aðeins til að segja að það engin takmörk fyrir því hvernig olíurnar hafa vakið undrun hjá mér og þetta eitt af þeim skiptum sem að ég var mjög hissa, hvað gerðist? Það var þannig að ég var að undirbúa námskeið, kannski ertu búin að heyra þessa sögu en þá heyra hana bara aftur núna og það var bara þetta var daginn áður en ég ætlaði að vera með námskeið sem ég var búin að vera að undirbúa dálítið langan tíma, nýtt námskeið. Og svo bara finn ég morguninn þegar ég vakna að ég að fá bara eitthvað kvefpest. Og ég náttúrulega bara alltaf því ég finni ég verið veik þá ég með ákveðnar vörur eins og Inner Defense, C-vitamin, te með engifer og sítrónu og ég fór bara strax að taka þetta og þetta sem sagt oftast bara slæri þetta á þetta strax en núna var þetta bara nei, þetta var ekkert að lagast og þú veist það var bara og svona nefreynsli jókst og ég hugsaði bara vá, þetta bara ekkert skemmtilegt, þannig að morguninn eftir, bara daginn sem að námskeið átti að vera, þá bara ákvað ég að fresta því, eða hvort þetta var daginn áður, ég man ekki alveg tímasetningarnar, en ég bara ákvað, já, kvöldið ákvað ég bara að fresta námskeiðinu með 1 viku. Og svo bara hélt þetta svona áfram, þetta var ekkert að lagast, morguninn sem ég vaknaði aftur að halda námskeið, þú veist að ég bara feina ég frestaði því, að ég var alls ekki þú veist, ég var bara með svona, kvef, bara leiðinda kvef. Og þá fór ég í bókina mína, fínu, sem ég hef verið að nota rosalega mikið sem heitir Releasing Emotional Patterns Using Essential Oils. Og ég fór bara að kíkja á vírus, hvað það með vírus? Og þegar ég skoðaði það, þá voru rósarolía, eitt af því sem var hægt að nota. Og það var þá við ákveðinni tilfinningu sem var að vera svolítið tvístraður eða vera svona sundraður. Og ég fór nú bara að skoða þetta, hvort að það geti verið og kannski var ég pínulítið, já, bara pínlítið búin að vera að hugsa þetta námskeið og það var allt í svona litlum bitum, ég var kannski ekki búin að setja þetta upp í svona algjöra heild. Þannig að hugurinn hafði bara verið rosa mikið út og suður og bara leið og ég fann rósaolíuna og ég fann þessa flösku sem ég hafði verið búin að blanda, þetta var bara tóm rósarolíuflaska og ég var búin að blanda í hana VAF6 olíu, bara tóm flaska og svo blandaði þetta og þá var ég komin með svona og var búin að vera svolítið að nota þetta var bara svona dásamlegur rósarilmur og staðurinn sem ég átti að setja þetta á fyrir það að losa þetta, styrkja mig í svona sameiningu, einingu, að vera með hugan í fókus eða sameina mig. Þá átti ég að nota þetta hér og ég gerði þetta svona, byrjaði bara leið og ég las þetta, þá byrjaði ég að nota olíuna. Og heyr. Þetta hafði svo ótrúlega mikil áhrif og fljótt, þannig að kvefið gekk tilbaka. Meira að segja sko, maður heldur að maður fái vírusa þegar maður hitt eitthvað sem veikur, en oftast það þegar maður sjálfur ekki í fókus, ekki með fókus, er tvístraður, þannig að þetta ekki alveg ótrúlegt? Þetta bara og þegar ég klára þetta, þá setjum ég bara 2 dropa af rósarolíu í glasið og fylli það með VAF6. Og ég get notað þetta bara mjög frjálslega, af því þetta er bara pínulítið af rósarolíu, en alveg ótrúlegur ilmur. Og rósan er auðvitað fyrir hjartað, hún er fyrir hjartasár, hún er fyrir
líka bara getur verið fyrir svona kvíða eða sem maður líður ekki vel og líka bara fyrir sjálfsumhyggju. Þannig að það var bara svona allt sem bónus. Sjálfsumhyggja.